Við erum hér í dæmi 8 úr æfingu 4.2 og við ætlum að finna gildi á x. Það sem við þurfum að byrja að gera hér er að finna samnefnara. Og við sjáum að við erum með 3x hér og við erum með 2. Við þurfum að velta svolítið fyrir okkur hvaða tala getur mögulega verið sameiginleg með 3 og 2. Það myndi segja okkur að 6 var alveg kjörin tala og við viljum líka að samnefnaran innihaldi x. Þannig að hvað þurfum við að gera hér til að fá samnefnara? Við þurfum að margfalda 3x með 2 til að fá nefnaran 6x. Við þurfum þá að margfalda með sömu stærð hérna uppi. Hérna þurfum við að margfalda þetta x með 6 til að fá 6x og þá með 6 hér líka. Og það sem við þurfum að gera með tvistinn er það að margfalda hér með 3x og margfalda þá með 3x uppi líka. Og þegar við erum búin að gera það, þá myndi þetta líta svona út. Við erum með 4, 6x pluss 24, 6x jafnt og 15x, 6x. Og þegar við erum komin á þann stað að við erum með samnefnaran allstaðar, beggja megin við jafntomerki, þá megum við í rauninni stroka hann út og eftir stendur að við erum með 4 pluss 24 jafnt og 15x. Eða 28 er jafnt og 15x. Við skulum aðeins færa þetta hingað. Þetta segir okkur rauninni að x-ið er þá jafnt og, ég get tekið þennan sem margföldunar 15 hérna og fært það yfir jafntomerki og undir strik. Þannig að ég væri þá komið x er jafnt og 28 15. Og það væri núna mjög þægilegt að stytta ef hægt er. En við sjáum að það er ekki hægt, það er ekki tala sem gengur upp í 15 og 28 sem getur stytt. Þannig að við hugsaum þetta bara svona, x er jafnt og, hversu oft gengur 15 upp í 28? Það er einu sinni og þegar við erum búin að gera það sem við komum upp í 15, hver er þá afgangurinn? Og afgangurinn frá 15 og upp í 28 verður 13. Þá væri þetta okkar loka svar. Þetta er vissulega rétt svar svona en það er mjög líklegt að þið sjáu þetta svar í kennslubók frekar.